Góða kvöldi. Velkomin á Leiktu betur 2025. Ég heiti Iða Ósk og verð kynnirinn ykkar í kvöld. Og hérna með mér í liði eru hún Hildur Kristín á píanó. Elínheiður er blótsvörður kvöldsins og Andri er tímavörðurinn okkar. Og svo hérna á bak eru 3 frábærir dómarar sem ætla að dæma spuna kvöldsins og þau eru Vignir Daði, Ágúst Víur og Guðlaug Jóna. Þetta er keppni í leikhússporti og þetta eru 3 mínútna spunar og dómararnir okkar munu gefa stig út frá tækni, skemmtanagildi og söguþráð spunanna og svo mun vera mínustig fyrir hverja sekúndu sem að spuninn fer yfir 3 mínútur. Og Andri, hann hleypur yfir sviðið þegar það eru 30 sekúndur eftir á tímanum til að láta leikarana vita. Alright. Svo mun ég mun draga hvaða skóli byrjar og sá skóli mun koma og draga hvaða skóli keppir á móti þeim í fyrstu umferð. Og þau keppa í spuna, draga orð fyrir spuna. Já. Og svo þegar þau eru búin að gera þann spuna, þá koma ný lið. Þetta skýrta. Ég held að við ættum bara að byrja og fyrsti skólinn sem að stígur á svið í kvöld er sem við fáum í trommuslag. Er svo mikið sem FG!
fáum við aftur tölvuna. M.A. Frábært. Ok, og núna hvernig spuna þau ætla að keppa í. Þetta æsispennandi. Hver Leyndarmálsspuni. Og þakkið þið þeirri áskorun. Leyndarmálsspuni. Ok. Þá megið þið byrja. Nei, þau megið byrja. Ég er aukla þess. Þið megið byrja og hvernig stíl ættu þið að sýna þennan leyndarmálsspuna í? Heyrðu. Við Emma tökum þessari áskorun leyndarmálsspuna. Við ætlum að taka þennan spuna í lattastíl. Lattastíl dregur nafnið sitt frá því að Latti talsetur alla strumpana í strumpamyndinni. Þannig að ég ætla að vera hérna til hliðar og tala fyrir alla samleikara mína. Gæti ég fengið orð úr sal? Hæna. Frábært. Við ætlum að segja að taka leyndarmálsspuna í lattastíl og orðið hæna. Svona reið á mismælti. Vá maður, fyrirgefðu maður. Það ekki eins og þau verpa bara tvisvar á ári eða eitthvað. Jú! Þær gera það! Hey, róa aðeins niður. Ég var líka búinn að borða 5 egg. Það mitt leyndarmál samt. Nei, nú tjúllast ég! Ég svo bálreið! Slakaði niður, maður! Þetta ekki alveg svona djúpt, sko. Maður þarf sko prótein, maður. Ég segi hið sama. Ég með leyndarmál í viðbót, samt. Ég slátraði svínu og gerði bacon líka. Það þarfjúprótein. Þú veist nú bara jafnvel og ég að þessi bóndabær hafi bara alveg að falla saman. Við eigum engan pening eftir. Chilla, maður. Já, sko ég gerði hérna líka, sko, omelettu með þessum eggjum og hún er bara tilbúin. Hún er bara tilbúin inni. Erum við að fara að borða það? Já, ég er líka með bacon með henni. Ég hata ykkur!
Ef að gera tónlistan fyrir það. Kom á. Þá er komið að FG að gera áskoruna í leyndardómsspuna, leyndarmálsspuna og hvernig stíl ætlið þið að gera þetta í? Við tökum þessari áskorun fyrir leyndarmálsspuna frá Emma og við ætlum að taka þetta í spjallþáttastíl og getum við fengið orð frá áhorfendum. Listi. Ok, svo við ætlum að taka leyndarmálsspuna í spjallþáttastíl og orðið er listi. Ég veit, gott lag! Já, velkomin dömur og herrar í kvöldstund með Gabrieli. Í kvöld ætlum við að fá bara mjög mikilvægan og geggjaðan gest. Þetta er hann Jóhannes Pálsson sem er að fara að sýna okkur leyndarmál hans við að skrifa fullkomna listan. Herru, geturðu sagt okkur smá frá þessum fullkomna lista sem þú er búinn að búa til? Já, sko, Gabriel minn, það er ekkert sko mikið sérstakt sem fer ég að gera listan. Það geta hverjir sem gert það. Maður fer bara frá númer 1 yfir í endan, sko. Já. Listar alla hlutina niður sem maður vill gera eða það sem koma fram og þá bara er það fullkomið. Já, ok. Nefnilega þú sendir á okkur að þú væri komið með nýja aðferð til að gera fullkomin lista. Já. Og þú segir að þetta væri mikilvægt að þú myndir koma á þættina. Já, nefnilega sko, hvernig ég gerir lista sko, er að það er alltaf hægt að byrja svona í einni grein hér og svo bara heldur það áfram allan tíman. Bara ekkert bil og bara eitt stórt orð sko. Já. Því að þá það svona gerir áskorun á heilan nefnilega og skarpar minni. Já. Við erum nefnilega með annan gestina, Tara Stefansdóttir, sem heldur hún sem er fullkomna listan. Og það bara fer algjörlega á móti þínu, sko. Please velkomin Töru. Ok, getur þú sagt okkur smá frá listanum þínum eiginlega? Já, ég sem sagt sótti í Harvard, sjáðu til, fyrir nokkrum árum. Þar sem ég sérhæfði mig í listagerð. Já, ert þú með eitthvað svona experience, eða? Já, þú veist, ég sótti í Harvard en auðvitað... Og komst ekki inn. En það gerði ég hins vegar. Og Harvard listarnir, sjáðu nú til, eru svolítið öðruvísi uppbyggðir. Við sem sagt notum svona Venn-diagram flokkunar aðferð. Já, Venn-diagram aðferðin. Þetta er sérstakt Harvard leyndarmál sem ég er hér að upplýsa. Þar sem við setjum líka hluti í eitt Venn-diagram og hina líku hlutina í hitt Venn-diagramið og svo það sem er líkast í miðjuna. Þetta meikar sens. Ég veit það. Þitt meikar eiginlega ekki sens, sorry. Sko, við erum með að fá atriðina sem ætlar að sýna okkur hann Venn-diagram lista og hvernig að gera það. Já, þessi Venn-diagram listi, sjáðu til, hann er mjög flókinn og ég efast að þið áhorfendur sem heima sitjið muni skilja neitt í honum. En það sem kemur fram á þessum lista er nú það að Tara Jónsdóttir, hún gerir mjög góða lista, en þessi þarna Pjarkur, hann gerir ekki góða lista. Takk fyrir þetta, takk fyrir þetta. Þetta var kvöldstundin okkar, takk fyrir okkur.
ok. Þá er kominn tími til að fá næstu áskorun á næsta skóla. FG fær sér sæti upp í stúku. Alrighty. Trommuslátt. Næsti skóli til að keppa við Emma er Borgó! Og ég ætla þá að fá fyrirliða í MA til að taka upp orð. Já. Þið ætla að skora á Borgó í hvernig spuna? Við Emma skorum á Borgó í tússpennaspuna. Takið þið sér áskorun. Já. Hæ, ég er Borgó. Við tökum þessari áskorun á tússpennaspuna og við ætlum að gera það í dagbókarstíl. Dagbókarstíl fer þannig fram að ég sé til hliðar og ég er að skrifa í dagbókina mína og þau leika það fyrir aftan mig. Gæti ég fengið orð úr sal? Rjómaostur, hljómar geðveikt, takk fyrir. 5, 4, 3, 2, 1. Kæra dagbók. Í dag er 1992. Ég byrjaði á því bara að fara í skólan og byrjaði eitthvað. Ég var einn í skólanum, það var greinilega starfsdagur, þannig ég fór allavega inn í stofu og byrjaði bara aðeins að velta upp úr hugsunum. Ég tek upp tússpenna og byrjaði að skrifa á töflum. Og ég hugsa, hvað er best að gera þegar það er starfsdagur? Allt í einu brýst kennarinn og segir eitthvað eins og, Hvað ertu að gera hérna? og ég panikaði alveg, byrjaði að króta í andlitið á honum. Þá tjúllaðist gaurinn alveg og ég var bara eitthvað, ég sagði bara sorry. Þá fer hann dettur niður. Og ég öskraði bara eins og, ég öskraði svona einhvern veginn. Allavega, síðan kemur hjúka inn og ég var bara eitthvað, býtu, er ekki starfsdagur hérna? Og hún var eitthvað. Ég vinn alla daga allan daginn. Og ég bara, what the og þá sagði ég cool. Og hún byrjaði að gera CPR-dæmið á binguna á gæð. Hann gerði eitthvað skrítinn hljóð á meðan, það var eitthvað svona. Síðan allt í einu myndi ég bara að djúlega vond lykt að tússpennu. Ég sem hetja að sjálfsögðu reif tappan af, kastaði í hjúkana. Hjúkan skaust aftur fyrir sig og sagði Hvað er að þér? þannig að ég sagði bara haltu þið frá og setti tússpennan upp í nefið á kallinu. Hann fann strax lyktina og sagði oj! Ég sagði, veitu bara, þakkláttu að ég bjargaði hérna. Vassa munnið þinn, eitthvað. Og þá sagði hann, vá, hvað það góð lykt. Og ég eitthvað, ég sagði það svona. Allavega, hann fór út og byrjaði bara að sniffa pennan og ég var eitthvað, hvað gerast hérna? Og kem í hjúkan og vaknaði úr slumdreið hinn. Og ég segi, fyrirgefðu,
Ég sagði það, sko. Og ég hleypi út og hjúka nú eftir mér og síðan allt í hennu við bara kennaðum þetta mig líka og ég bara... Bæ. Heyrðu, niðurstöður komnar frá tímanum. Þessi spuni var 3 mínútur og 3 sekúndur. Og eru dómarar tilbúinir? Ok, þá er komið að MA að taka við sinni eigin áskorun. Þið ætlaði að gera það í hvernig stíl? Við í MA tökum við þessari áskorun túspennaspuna og við ætlum að gera það í setningastíl. Setningastíl virkar þannig að við fáum skrifaða setningu á blaði og við þurfum að draga einhvern tímann upp í spununum og segja nákvæmlega það sem stendur á blaðinu. Ok, ég vil fá staðsetningu. Við sem sagt ætlum að taka túspennaspuna í setningastíl og orðið er spítali. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Einmitt krakkar, eins og þið sjáið hér, þetta er hvað maður á... Æ, ég er í rangri stofu. Já, Djúk, fyrir. Hvað er að þér? Ég er nú bara svolítið slappur í lærinu. Já, einmitt. Ég er náttúrulega bara að læra, þannig ég veit ekki hvað ég á að gera. Ég er með mjög góða lausn af því. Já? Já. Viltu vinsamlegast segja mér lausnina? Alltaf þegar mér var illt, þá sniffaði ég alltaf svona penna. Já, ég er nú... Alveg æðislegt. Ég er búinn að vera að læra hérna í 30 ár og að sniffa panna hefur bjargað ótrúlega alltaf hlutina. Krabbamein... Nei, mér samt að segja eitt í viðbót áður en ég fer. Þetta er alveg andstyggilegt. Ég sem sagt fór upp í sveit að elta gamla geit. Hann er alveg farinn. Ná í CPR. Býtu, áður þú gerir það, má ég viðurkenna eitt líka. Ég er að hlaupa eftir henni. Mér klæjar alltaf svo í tærnar þegar ég fer í sund. Ég veit þú ert á túspenna aðferðina en það virkar ekki neitt. Ég trúi. Veistu, af því að við erum svona að játa nokkra hluti, þá verð ég eiginlega að segja eitt líka. Mér finnst DFF vera besti fréttamiðillinn. Það verður þú segjast. Nei, við? Af hverju varst að gefa mér stuð? Ég var að heyra hérna algjöra svívirðingu. DFF besti fréttamiðillinn. Já, ég stend með mínum orðum. Ég þarf ekki að endurtaka það. Ég ræðst á þig. Já. Veistu, ég ætla að segja þér eitt. Já. Þú ert ráðinn. Takk fyrir. Já. Alltaf er ég með bestu lausninnar og bestu skoðanirnar. Ég er bara að læra henni eitt árið þess að taka svakalega prófið þess að taka 5 sinnum og hann er ráðinn á... Annað en DFF. Þú og þitt DFF það. Ég skal nú segja það, ég er búinn að vera að lesa MBL í 50 ár. Já, veistu, það er nú bara þín skoðun. Já. Þú mátt standa með því. Ég stend nú allir lappir. Hei, má ég segja? Þetta er á sem
ástæðan fyrir því að hann var ráðinn, ok? Því að hann lesir MBL og ekki D.V. Það er að koma neyðarbjalla, við erum að fara að redda inn í sjúkling. Já. Er það með vinnu? Tíminn á þessum spuna var 2:56. Erum við komin með niðurstöður? Þá ætlum ég að biðja Emma að fá sér sæti í sal. Má ég svo áður en við höldum áfram, má ég bara heyra hans í stemmingunni í salnum? Já! Hvar er Emma? Má ég heyra Emma? Má ég heyra FG? Borgó! Má ég heyri MH? Næstir til að keppa eru Borgarholtsskóli! og þau ætla að keppa í Dýragarðsspuna. Takið þið við þeirri áskorun? Já, við tökum við þessari áskorun frá Borgó dýragarðsspuna og við ætlum að taka það í gúnstíl. Já, ég skilgreini gún sem svona gaur með stæla og mætti ég fá dansspor úr salnum? Floss, ég held það fyrst. Ok, já. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ég sé svona stóra kindur. Erum við að ræða þetta? Já, ég held ég bara sé kindur á maður, er ekki þannig í stórborgum? Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvaða hljóðu þau gera, er eitthvað með... Siggi! Dæsi. Hvað segirðu, Gústi? Gjör eftir læg. Gauður, ég er spókáður, það er svo gott að komast út úr húsinu, sko. Segja með þið. Og þú veist, það er geggja hvað það eru stóra beljurinn, sko, þetta er sick. En ég var svona að pæla, sko. Finnst okkur það ekki smá skrítið að þessi dýr þurfa bara að vera inn í búrum allan dagina? Bittu. Hey, yo, what the frick? Gæi, nú þú segir það. Erum við ekki að... Við viljum ekki að fólk sé í búri. Nei, maður! Af hverju er þetta dýr í búri? Hvað er þið dýrust? Bara okkur til skemmtunar! Sís! Hörðu mótmæli. Mótmæli? Ég er bara að sjá alltaf svona pyrrað. Nei, sko maður er vókið þarna í MH. Það er alltaf haldið að mótmæli eitthvað ósanngjarnt og ósiðlegt. Þetta er ógeðslega ósanngjarnt og ósiðlegt! Ég er saman. Ég get bara að losa mig bara. Ef við losa dýrin. Tökum þetta á mótmæli! Losa dýrin. Hey,
Sko, ok, við þurfum að hætta hlaupa í hringi og bara taka þig. Ok, hvernig þú að taka selana, skilur þau frá vatn? Við mótmælum, við mótmælum. Ég er ekki gaman. Takk fyrir að losa mig! Ég er kind! Það er bara ógeðslega lítið máska það. Takk fyrir að losa mig, vinir! Þið eru búin að bjarga kindana! Það var eiginlega bara að missa eitthvað í kæsk og... Nú er frjáls að eilífu og þið getið aldrei aftur borða kindu! Ég veist ekki kindu alltaf perrandi maður. Takk fyrir! Takk fyrir! Takk fyrir! Ég held þú ætti bara að fara með þig, já. Já, skilum það. Já, það sér ekki fyrir okkur, sko. Ó, nei! Og tíminn var 2:47. Gefum dómurunni smá prófisvara. Takk fyrir þennan æðislega spuna MH. Við ætlum að gera dýragarðspuna í fréttastíl. Fréttastíl gengur út á það að ég tilkynni áríðandi fréttir og við förum yfir í viðtal, veður og allt það. Gæti ég fengið eina frétt? Algos. Ok, við með það. Takk fyrir. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hæ, Nikodímus hérna truflar krakkastöðuna vegna áríðandi frétta. Dýrin sluppu úr dýragarðinum. Ok, við vorum að fá kall að það væri komið viðtal í dýragarðinum þar sem dýrin eru sloppin. Yfir til þín, Stína Maja. Takk fyrir, Nikodímus. Eins og sjá hér, þá er ég hér viðstödd í dýragarðinum þar sem risastór svona sprengja, ef ég mætti segja, gerðir á sér stað. Og hér er ég komið í viðtalið með konu sem lenti smá óhappi. Segðu mér, er allt í góðu með þig? Live television. Hæ, mamma! Hæ, pabbi! Hæ, Addi frændi! Já, þú ert á live television. Viltu segja mér hvernig sprengjan gerðist og bara svona... Það skiptir ekki máli. Það var bara dimmt og... Hæ allir. Ég heiti Friðbert. Við förum aftur yfir til þín, Nikodímus. Takk fyrir, Stína Maja, fyrir þetta. Við ætlum að færa okkur yfir í veður. Það virðist vera að rigna einhverju öðru en rigningu. Yfir til þín, Albert. Já, það er alveg bara stórkostlegt hérna, það er bara rigning, það eru dýr alls staðar en það er að rigna kettir hérna, oh my god! Bara, Nikodímus, þetta er bara besta sem ég hef séð hérna, yfir til þín aftur. Takk fyrir, Albert. Við ætlum að færa okkur yfir í annað viðtal þar sem sprakk gos í skólanum í Rimaskóla í Grafarvogi. Guð má vita hvað er að gerast þar. Yfir til þín, Stína Maja. Takk fyrir, Nikodímus. Eins og sjá hér, þá er ég búinn að bruna hérna yfir í Rimaskóla í Grafarvoginum. Þar sem ég er í öðru viðtali þar sem Rimaskóli sprakk í eldgosi. Segðu mér, hvernig líður þér núna? Bara sjúklega vel. Nú er ekki lengur skóli. Nei, einmitt. Ég hef aldrei verið betri. Þannig að þú myndir segja að þetta var það besta sem hefði getað gerst? Já, heldur betur.
Við verðumst vera í tæknilegum örðuleikum. Við komum aftur eftir fréttir, takk fyrir. Nei, eftir auglýsingar, takk fyrir. Tíminn var 2:53. Og dómarar tilbúnir? Þá ætlum við að henda okkur yfir í næstu keppni og Borgó fær sér þá sæti. Og næsta lið á svið er FG. Takk sem leis. Já, næstu sjönar. Já, vilt þú segja þetta, kæri fyrirliði? Með þetta skora á? Já. Við ætlum að skora ykkur á spuna í stærðfræði. Stíl. Nei. Orðið er stærðfræði. Við tökum áskorunin í stærðfræði spuna og við ætlum að gera hann í söngleikastíl. Og við viljum biðja orð á söngleik sem ekki til. Nei, nafn á söngleik. Mummi Álfur. Mummi Álfur. Takk. Já, þá er þetta stærðfræði spuna í söngleikastíl og nafnið á söngleiknum er Mummi Álfur. 'Cause
bannað. En ætti það að vera bannað, það spyr ég. Nei, heyrðu. Hvað er að þessum álfum sem skrifa krakka, þeir megi ekki læra stærðfræði? Ef þeir vilja læra Pýþagóras, það megi þeir það bara. Við kunnum sko reglu Pýþagórasar. Stærðfræði er bara fyrir mennskt fólk. Hei, hver ert þú? Ég er álfa-alskarinn. Sitt og nála! Þú mátt vera stærðfræði! Já! Hann man ekki eftir okkur. Hver eru þið aftur? Velkomin í stærðfræðistofuna! Álfar mega vera í stærðfræði! Í stærðfræðistofuna. Álfar mega vera í stærðfræði! Og tíminn var 3 mínútur og 2 sekúndur. Ok, takk svo. Svo fáum við stigin frá dómurum og gefum og þá er það yfir til MH. Já, við ætlum að fylgja þessu með stærðfræði spuna í skrekkstíl. Lærðu dönsku? Þú verður að læra eitthvað í skóla. Ég væri þetta alveg til að það er dönsku, við langar í danskan leikaraskóla, en það er stærðfræðin! Lærðu líffræði? Líffræði, barn? Já! Þegar ég var í fyrsta bekk var fyrsti tími sem ég fór í stærðfræðitími. Stærðfræðikennarinn kom upp með mér og sagði: "Kanntu ekki að reikna 1 + 1, þú ert heimsbarn." Og ég var aldrei sá sami. Heimsk börn, þið kallið okkur heimsk börn. Heimsk börn, hvað er mig langar að vera grínisti? Þarf ég stærðfræði og reglu Pýþagórasar þegar ég vil láta fólkið í salnum finna til? Nei! Krakkar, hvað ef við stofnum bara Improv Ísland? Oh my Já! God! Og við vinnum við það! Að leika og spuna. Það borgar, ekki mikið, en borgar. Já, og vinna við að skemmta fólkinu. Ég elska að skemmta! Ég elska líka að skemmta! Veistu hvað ég fór ekki? Hvað? Stærðfræði! Já! Og ég elska ykkur. Er þetta frelsi? Er þetta lífið sem ég langar í? Veistu, ég er maðurinn! Ég er maðurinn! Engin stærðfræði! Bara Improv!
fá sér sæti upp í stað. Ég ætla að biðja FG að draga næsta skóla sem skorað verður á. Og það er MA. Ég ruglaðist, ég tek þetta örugglega á mig. Bjóðum Borgó velkomin þessu. Skorar á Borgó í. Við skorum á Borgó í sumarhátíðarspunna. Takk fyrir áskorun. Já, við tökum fyrir áskorun og við ætlum að gera það í barnaleikritastíl. Sem sagt, barnaleikritastíl gengur út á það að við brjótum fjórðavegginn. Sem sagt, við munum tala við einhver og þá talið þið tilbaka. Og ég mun kalla stopp einhvern tímann og þá frís senan og þá kem ég og einhver og talar við áhorfendur. Gæti ég fengið eitthvað skrýmsli? Snorri Másson! Snorri Másson, frábært, takk fyrir. Í barnaleikri Snorri Másson. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hæ krakkar! Hvað segið þið gott? Já! Vitið þið hvar við erum? Hvað? Við erum á sumarhátíð Gufunesbæjar. Og í dag ætlum við að fara með krökkunum okkar í smá leiðangur. Við ætlum að kenna þeim á alvöru pólitík. Já! Það er bara til hægri pólitík. Og við ætlum einmitt að kenna krökkunum það. Komið með okkur, krakkar. Hvað er þetta? Virðist sem... Ó nei, það er Snorri Másson! Snorri Másson er vinstri sinnaður! Já. Krakkar, farið fyrir fram að mig! Og hvað vitið þið pólitík? Við vitum allavega að pulsur það á alltaf að vera remólaði yfir pulsunni. Já! Hvað veist þú eða? Krakkar, segjum. Já, hvað veist þú? Hvað veist þú? Ég veit að það á allavega að vera tómatsósa. Það er stjórnpulsunni. Snorri er ekki með sömu skoðun og ég. Hvað á ég að gera? Hvað á ég að láta krakka og hvað á ég að gera til að kenna krökkunum á eitthvað sem er ekki með sömu skoðun og ég? Læra! Já! Berja hann! Ok, krakkar, hvað gerum við fólk sem er ekki með sömu skoðun og þið? Berja! Berja! Já! Áfram krakkar! Wow! Takk fyrir hann! Wow! Wow!
krakkar? Já! Og hvað lærðum við af þessu? Einskoðun, takk fyrir! Takk Borgó, þetta var 2,50. Og frábærslátt til dómara. Já, við í FG tökum þessari áskorun sumarhátíðarspuna. Við ætlum að gera hana í raunveruleika þáttastíl sem virkar bara svolítið eins og þessir típísku raunveruleika þættir sem þið þekkið. Og ég ætla að fá að biðja eitthvað svona cool guy nafn. Ok, ég heiti Kyle fyrst. Við ætlum að velja Kyle. Takk fyrir frábærar hugmyndir, en Kyle verður fyrir valinu. Þannig þetta sem sagt sumarhátíðarspuni í raunveruleika stíl og nafnið er Kyle. 2 keppendurnir okkar eftir í húsinu að slaka á og undirbúa sig fyrir seinustu áskorunina. Svo hvað segir þú? Hvað segir þú? Ég var að spyrja þig. Og ég var að spyrja þig. Ok, ég segi bara frekar gott. Ég segi bara betra. Já, veistu, Stína, þú ert alltaf eitthvað svo hrokafull, ég bara menna. Kári er alltaf að gagnrýna mig. Hvað gerði ég eiginlega rangt í þetta skipti? Já, það er ég eftir svo hrokafull. Já. Þér finnst þú einhvern veginn alltaf bara að þú eigir heiminn og allt góðgætið einhvern veginn bara að sé að þú getur miklu betra góðgæti. Ha? Sælar stúlkur. Hæ! Þessar eins og alltaf sé ég. Já, við erum bestu vinkonur. Ég er stúlka sem heitir Kári. Já, hvernig eru taugarnar fyrir seinustu áskorunina? Taugarnar eru þandars. Já, er það ekki. Veistu hvað, ég verður bara mjög glöð ef hún Kári vinnur. Já. Vá. Og Stína. Falleg vinátta milli Kára og Stínu sé ég, en þá er ekkert að vanbúnaði. Við skulum hefja seinustu áskorunina. Í seinustu áskoruninni ætla keppendur að keppast að gera bestu kökuna fyrir sumarhátíðina stóru. En það er smá twist. Rétt eins og í chessboxi, þá er þetta kökubox. Þau keppast við að gera köku á meðan þau eru að boxa. Hér er kominn box og kökudómari á svæðið. Velkominn, hann Arnar. Jú. Sérhæfður í báðu. Tilbúnir það. Jæja, hefjum þá leikana. Tilbúnar. Þær eru svo góð tilbúnar. Hefjum þá leikana eftir 3, 2, 1, skreytið! Hendur í brókið þarna á Kára. Kári fer beint í andlitið. Og tíminn er búinn. Tími til að dæma. Hver vann? Hann Kári er nú aðeins meira marinn, sé ég. Hún Kári. Hún Kári er unnið. Nei! Besta kakan! Og tíminn var 2:53. Fyrir að komast átt.
spurði fyrir stutt hlé. Þannig að við ætlum að gera það núna í, ég var að segja 10 mínútur, hvað var? Já. 10 mínútur í hlé. Takk fyrir, gera þessum spurningar svona gott klapp. Vel gert. Takk. Nei, mér líður ekki svo bara vel. Það standaði mjög vel. Það var mjög flottur og frötta líka. Það er nefnilega mjög þakklátt að sjá það. Vel gert. Þegar Smári svæpaði þá þegar þau settust eitthvað á öðrum skólum þegar sem við erum leggjast á stoppara á hann. Þannig að þetta er alltaf svona getur þú Já, hvað er þessi sveðinu? Ég talaði bara við kúlaverðin, hann talaði við hann. Ég vil ekki vera að vaska. Hæ, Anna. Það er skeggjur. Takk. Þú líka? Já, takk. Já, einmitt. That's all you used to. Nei, samt skilur. En hérna veistu, hérna, er gæinn að stoppa tímann þegar fólk sest? Hann var alveg að tala um það, ég veit það ekki. Ok, af því að þú veist, við fórum í það. Ert þú að pýta saman? Já, oh my god, það er vel gert sko. Ég hélt fyrst að það væri bara að gera. Þú sér þú ekki eftir breytingum í þessu tekník. Þú er að lengja fyrir. Hvað segir þú? Ég æfa píanó í 10 ára, ég veit það ekki. Við getum alltaf öskra. Já, ég heyrði það. Ég held að vera einhvern annan sko. Við getum með alveg öskur einhvern annan sem ég veit því. Hvort sem er til að I don't know.
Bara gangi þínum fótskrifum. Já, alveg. Smári, ekki svo? Já, ég sem þetta spyrja, eru allir kontólar sem taka flösku? Já. Allir kontólar sem taka flösku. Það er einn spurning. Ef að spara púður okkar í Íslandi sín og fara í útvarpstíð eða eitthvað. Ég held að útvarpstíð er vel og geta ekki Svo, með komast. What's your opinion? Já. Ok, það er einn spurning viðbútt og svo er úrslit. Við erum meðan það er eiginlega betra að nota höndin upp í úrslit með Örugglega. Af því að þú ert Ok, býtu. Er alveg viss að við erum með eina plúsum úrslit eða? Getur Scusi. Við erum að reyna að aðskilja, skilgreina, sko. Við erum í Já, til að svipa hann Hvað er þetta?
Ég er bara fótbolti. Hvað
ætlum að byrja á þeim og svo förum við í úrslit. MA skorar á MH í þessu. Í. Geimflaugaspuna. Og takið þið þeirri áskorun? Já. Við tökum þessari áskorun geimflaugaspuna í Valley Girl stíl. Það kannast aldrei svona. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh my god! Kæra var að fara út í game. Ég er ótrúlega stoltur á honum. Hann er búinn að vera draumurinn hans svo lengi. Og hann er loksins búinn að taka skrefið að fara út í game. Minn kærasti var líka að fara út í game. Oh my god! Já, mjög sætur, mjög góður, geggjaður. Ógeðslega hugmækkur. Já, Fara bara út í game. Bara mig líka. Ok, ef þið finnst það geggjaður, þú veist hvernig lítur hann út? Æ, hann er svona ógeðslega stór, hann er með svona þessi ótrúlega næs svona hár. Ógeðslega næs. Ok. Já. Þetta hann. Babe. Þú sagðir að þetta er hann. Þú sagðir að þú verður út í game. Já. Hann er kominn tilbaka sem þýðir að hann er geimvera, oh my god! What the beep, maður? Oh my god, heyrðu, veistu, ok. Ég skal prófa þetta með minn kærasta. Hann er lágvaxinn. Ok, short king. Já, looks maxing. Já. Með sitt hár. Oh my god, er þetta hann? Já! Bíddu. Já. Ok. Hæ, skan. Hvernig getur þið talað? Ok. Ok, sko. Veistu hvað ég var að gera? Þið ættið að vera upp í game og þið eru hér. Mér finnst það smá skrítið af því að þú veist búin að segja við mig að það var að fara út í game og mér finnst bara ógeðslega vel þegar fólk líður á mér eða það tekur mig tilbaka í æskunni þegar fólk bara alltaf að ljúga mér. Þetta er svo mjög illa að segja hún var alltaf ljúga í æsku, ok? Ok, sko. Siggi og ég áttum að vera að fara til game, en við getum útskýrt. Við getum útskýrt, hérna, það kom maður. Já, það kom maður. Og sagði. Hvaða maður? Sagðan, game-maðurinn, úr game-num. Ok, Og hann kom og hann sagði, þið þurfið ekki að fara til game, fara eftir kæðslu. Ok, heist, er hann cute? Þú veist að þú ert the cutest. Sæti, svo mjúkt hár, þú lögst þetta mig. Veistu það, ég myndi aldrei ljúga þér. Ég var bara að djóka. Og ég er með líka, Siggi. Ég bara elska að ljúga. Þannig hvað ef við byrjum öll saman og förum á Love Island, eða? Eða að við förum öll út í game. Já. Förum út í game, frekar. Það er svo unaslegt, Sæti. Ég elski ykkur. Kortur, Sæti. Tíminn á þessu var 2:59. Og það var komið að MA. Jú, síðast tími, ég er að byrja.
taka hann í handastíl. Handastíl, hann virkar þannig að tvær manneskjur í rauninni leika og eru svona með hendurnar á meðan aðrar tvær eru fyrir aftan þau og leika hendurnar. Já, það var bara, ætla að taka geimflu og spuna í handastíl. Kisa! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hvað segirðu, Nonni? Ertu ekki alveg að ná þessu eða? Jú, ég er bara með stýri. Í gameplay? Wow! Sorry, ég kann ekki með hendina mínu stundum. Loftið hérna einu smá. Lítið, þú. Ertu ekki alveg að... Þetta er gott námi. Ok. Já. Smá súrt. Þetta svona Sour Patch Kids? Já, mikið rétt. Veistu, hvað langt þarf til við komum til Mars? Veistu, ég er nú bara, ekki alveg, jú, það er svona klukkutími. Já, ok, já, þá getum við bara, þú veist, ég veit það ekki, ég ætla bara að fara að græja með þess. Gefum fimmur. Já, getum við gefið bara knús? Já, bara knús. að vera út í geim með þér. Já, þú ert svo góð hjartaði. Já, á ég bara að segja, ég skal sjá. Þú ert við stíðin, sko. Já. Býttu, er ekki bara smá, mér finnst ég sé smá feitur í þessu. Já, þú ert ekki feitur. Ég er ekki að tala við þig, ég er að tala við sjálfan mig. Og ertu að reykja í geimfleyginni? Jú, mikið rétt. Já, takk. Já, það er svo lítið að gera, sko. Já, eins og hvað? Þú ert við stýrið, sko. Já. Ég er að hættur hérna, sko. Já, það er, þú veist, ég sé ekki neitt þannig. Ég er bara slagur, sko. Já. Ég sé ekki neitt. Sorry, ég er bara... Ok, heyrðu, veistu, þú mátt bara taka mig. Já, bara taka mig. please. Veistu, ég er bara, þú mátt bara taka mig. Ég er bara... Af hverju á ég að gera það en ekki þú? Flottur, af því að ég er bara svo slagur, skil. Ég nennis ekki, ég ætla að fá mér aðra síkó. Gjörðu svo vel. Ég er þegar búin að þetta. Já. Veistu, oi. Nei, shit, maður. Nei, það er ekki neitt, ég er að grínast þér. Hvað er húmorinn? Þetta má nú ekki. Veistu, ég er alltaf alveg góður í þessu. Já, ég er líka með litlar hendur. High five. Veistu, ég sé bara fljúgandi hendur. Heyrðu, við erum komin til Mars. Þannig að endilega farðu. Lilla geimur að því. Dóttur! Ekki, má ekki. Og núna! Og tíminn var 3 mínútur. Og við gefum dómurunum tónlist. Liðin að setjast niður. Við erum að fara í úrslitin núna.
hvað við fáum ekki að vita tíma og við fáum ekki að vita stigin. Þannig að fyrstu lið sem ég ætla að bjóða upp á svið eru MA og MH. Ég ætla að bjóða ykkur að skora á MA skorar á MH í sápuspuna. Við tökum svo sannarlega við þessum spuna. Sápuspuna í sápuóperustíl. Dramatískt hispaník sjónvarpsefni. Heyrði ég rétt frá fréttunum? Hvaða fréttum? MPL? Hvað sástu? Ég sá að Pablo, Þú? værir að halda fram hjá mér með Maríu! Elskar mín, það er ekki satt. Það er víst satt. María! Þú ert vinkona mín! Hvernig kannstu haldið fram hjá bestu vinkonu þinn með mann bestu vinkonu þinnar? María, ekki segja, ekki gera það. Ég bara verð að gera það. María, mi amor. María, tú eres loca! Tú eres mi amiga, por favor! María, ég verð að segja þessu. Við erum bara búin að vera saman allt og lengi. María, ég verð að segja svolítið. Ekki bara er ég að svíkja þig og svíkja þig. Ég er að svíkja þig líka því ég hélt líka fram hjá þér því ég var að tengja ykkur á sama tíma. Bíddu! Hvernig? Por qué? Por qué? Ég er snillingur og ég á evil tvíbura. Æ! Við vorum að ríða ykkur á sama tíma á sikkaru stöðu. Og þið vissuð ekki neitt. Què? Það er svo ógeðslegt að það verður ykkur að þýða ykkur með sápu. Já. Ég held að hann fílir sápuhugmyndina og voru að breyta um hugmynd. Ég er nýtt. Fangelsi? Já, þetta virkar líka. Kærum þau. Þetta er ekki ólöglegt. Þetta er það ef við erum lögregluþjónarnir. Við erum. Og við ætlum að handtaka ykkur. Komið á stundinni. En bíddu, ég er allur út í sápu. Nei. Og við erum svo sleip og það nær okkur ekki. Við verðum. Þetta er siðblind. Við erum siðblindunar. Ok, þannig að við erum bæði líf og bæði öllum í sápu. En það sem þú veist ekki er að það er þriðji aðili þríturinn okkar! Og ég er líka að halda fram hjá öllum! Já! Hvað getur þú gera þetta við mig? Við erum öll þrjú að halda fram hjá bara þér! Að halda fram hjá Gísla Martin! Gísli Martin! Þessi vika er alltof skrýtin. Vikan með Gísla Martin. Já, við komum þáttur eftir viku bara. Gerið MH alveg ótrúlega gott lag.
veit líka að það skafar náttúrun að nota sápu. En þetta er vandamálið sem að stendur fyrir okkur í dag. Eigum við að vera hrein líkamlega eða eigum við að vera með hreina sál? Ég vil ekki nota sápu. Mér líður svo óþægilega, það er svo vond lykt af henni. Ég vil bara vera sveitt. Ég vil bara vera illa lyktandi. Af hverju má ég ekki bara sleppa að vera í sturtu? Ég hef ekki bara í sturtu þegar ég var 2 ára. Og það var þvingt mig í það, ég vildi það ekki. Ég hata bara í sturtu, ég hata vatn. Og ég hata sápu. Ég vil vera hrein og ég vil vera með hreina sál. Ég vil vera hrein og ég vil vera með hreina sál. En náttúran hún er að eyðileggjast. Ég elska jörðin og ég elska að vera skítug. Ég elska lyktinn sem úldinn fisk og mold og allt þetta ógeð. Þið haldið kannski að sé pólitíkin sem er að skipta fólk í tvennt. Nei, það eru sápumálin. Fólk rúlla sér upp úr skítnum daginn út og daginn inn. Og þá þarf það að nota sápu. Vertu með jörðina. Verum skítug. Verum skítug. Ég vil vera hrein. Og ég vil vera með hreina sál. Við skulum gefa liðunum ótrúlega gott. Og næst á sviðið frá FG og Borgó. Og FG skorar á Borgó í speglaspuna. Við tökum þessari áskorun á speglaspuna og við ætlum að taka það í húsgagnastíl. Húsgagnastíl gengur út á það að það eru 2 að leika og 2 eru að leika húsgögn. Þess að ef ég sé að þessi borð fyrir frammi, þá er það borð fyrir frammi og þau eru það. Takk fyrir. 'What? Dude, just come on. Ég trú ekki að mamma sé að láta mig gera þetta. Við erum næstum over there. Ok, ef við ætlum að ná the magic mirror, þá þurfum við að komast yfir borðið. Og það er stóll ofan á borðinu. Sem, anyways, er bara portal fyrir framan stólinn. Það mun transfer okkur ofan á borðið sem er ofan á portalnum næstu í einhvern veginn.
Vá, ég get ekki beðið. Anyways, ég skal fara first. Ætlar að hjálpa mér, eða? Wow! Dude! Ég get gert þetta myself. Ég skal bara. Gerðu þetta bara yourself, fyrst að byrja. Þú ætlar ekki að hjálpa mér? Nuh-uh. Kom. Já, ó! Þetta kalla mig þunga! Þú varst basically að meina það! Já, ég wasa þig. Ok, við þurfum bara að komast að því Magic Mirror. Ok! Og í portalinn. Í portalinn? Já, það er svona töfravít sem að ferði í gegn. 1. Nei! Komst í gegnum portalinn. Já. Ok, núna þarftu bara að komast yfir þetta stúl. Og þá nærðu þið Magic Mirror. Já, komdu! Ég get ekki klifra sjálfur. Komdu! Me, myself and I ætlar að vera right here. Ok, verð þú bara svolítið cool eins og ert og upp á stólinn og taktu the Magic Mirror. Mamma, þú ert að elska. Svo lengi. Ég fann hann! Ok, komdu aftur í gegnum the portal. Hæ, skvís. Speillegið, tell me nú, hver er ljótastur hér? Þú. Ok, come back with the Magic Mirror, come. Ok, we got the Magic Mirror, núna getum við bara farið. Spegilspuna og við ætlum að taka hann í Íslendingasögu. Það segir sig sjálf bara forn íslenska og fornt Ísland. Þannig að við bara hafa standa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ég, Sigmar af Útirauðsmýri, hef framið miklar syndir upp síðustu daga. Ég framdi mikið morð og ódæði. Ég hef ekki hreina samvisku og mættur hingað á fund völvu mikillar til þess að spegla mig í henni. Velkomin vertu. Þökk sé, völva. Ég er völva. Ég, Sigmar af Útirauðsmýri, vil spegla mig í þér. Gjörið þið svo vel. Hvað get ég gert vegna þess ódæðis sem ég framdi fyrir örfáum dögum? Þér munuð enda í helvíti og munuð vera bundnir á þig helskór svo þér munuð eigi rata aftur til lífs. Ó, Guð hjálpa mér. Æ, ó, minn eini. Nema þér drepið, bróðir þann sem þú drafst seinast og skorir hann á horn. Virkar það virkilega svo? Það gerir það. Góðar fréttir hefur þú fært mér, völva kær. Ég mun taka því og skora bróður þennan á horn. Gjörið svo. Þökk sé. Nú ætlast að sé sonum kær að við undirbúum því baráttuplán. Senn sé að orrusta sé á leiðinni. Þú sem myrti bróðir minn. Ekk er Eiríkur blóði úr Sturlungarætt og mun nú hefna mín. Ó, ég mun frekar myrða þig til þess að sleppa undan bölvun helvítis. Ó, er það? Ég skora þig á hólm.
Ég ætlaði einmitt að skora þig á hólm. Ó, tilviljun! Hún hefur hafist. Óvei! Ek völva! Nú leiði ek yður til helvítis, takk hönd mína. Ég bygg nú á hann herskó. Gjör yður svo, mun þá spáin uppfyllast. Gakk þú nú til helvítis. Þökk sé. Sonur sæll, hefur þú orðið berserkur mikill þessa dags? Nú eftir að ég draf þennan Sigmar ég orðinn mikill berserki, messi berserki hér á landi. Satt skalt þú segja. Brátt skalt þú verða konungur, sveitabæjar míns, og brátt mun þetta ríki verða þitt. Niðurstöður kvöldsins. Ég vil bara þakka Hildi á píanóinu og ég vil líka þakka öllum í salnum fyrir að vera geggjuð í kvöld. Eigum við að klappa einu saman fyrir öllum liðunum. Hluti af ung list og það hellingur á viðburðum eftir og flýttinn og alla. Ég mæli ótrúlega mikið með að kíkja á þessa geggjuðu og skemmtilegu viðburði sem eru í boði. Og það svona plakat frammi og aftan á því dagskráin. Bara augnablik, svo komum við með.
Jæja, það byrði ykkur að fá okkur sæti. Þá er alveg að fara að koma að þessu. Er ekki spennt? Má ég heyra í liðunum? Hver haldið þið að sjá það vinna? Dómarunum og keppendunum og ég ætla að fá bara alla keppendur upp á svið. Yeah!
fá smá súkkulaði. Ég er ótrúlega gott það. Velun fyrir fyrsta, annað og þriðja, en hvert einasta lið fær blóm til að sem þið ræktir í stofunni og látið vaxa og dafna eins og þið eru sjálf í En það er Húsdýragarðurinn, Ísbúðin í Perlunni, Dynamík sviðslistaskóli og Listasafn Reykjavíkur. En þá ætlum ég að gefa dómarunum boltan og þau ætla að tilkynna okkur hvernig kvöldið var. Þá voru við öll frábær, ótrúlega skemmtilegur spunar, við erum öll ótrúlega fær, ótrúlega flink og þetta var erfitt en mjög gaman líka. Viljið þið segja eitthvað? Ég tek undir hvert orð. Já, ég líka. Og vilt þú segja eitthvað, Ríkir? Nei. Sko, þá eigum við að tilkynna hvað? Leikara, leikkarl og leikkonu kvöldsins. Við fáum hérna ótrúlega flottan taupoka og plakkat frá Listasafni Reykjavíkur. Já, ef það sést ekki þá er þetta frumraun okkar í dómarahaldi. Við ætlum að tilkynna þetta í söndingaform. Ok, við ætlum að tilkynna leikkarl kvöldsins fyrst og það er tónlistafli Sara. Það er engin annar en Smári! Og þá er komið að leikkonu kvöldsins
ok. Á ég þá bara að segja stigin á öðru setinu og segja síðan hver það er? Er það ekki best? Er það ekki best? Já! Ok. Eða hvað? Og þá er spenna í að droppa fyrsta. Já. Ef að gera. Já, Gerum það. Þannig ég er sem sagt að tilkynna fjórða sætið. Í fjórða sæti er Borgarhólsskóli. Annað sæti fékk 46 stig og fyrsta sæti fékk 49 stig. Og þú mátt kannski koma smá betta því að ég ætla að tala mjög lengi. Í fyrsta sæti, leiktiviður 2025 er